Góðan daginn. Þá ætlum við að deila nokkrum góðum ráðum með ykkur með það hvernig þið leggið fyrir 360 gráðu mat. Og eins og þið vitið þá er þetta að bæði valkvæður valkostur fyrir notendur, en þið getið líka að sjálfsögðu lagt þetta fyrir heilan hóp. Og það sem að 360 gráðu mati gerir er að veita þáttakendum ofsalega sterka eða glögga inn í núverandi stöðu á þessum lykilfærni þáttum sem að ýmsir aðilar leggja til að séu krítískir fyrir okkar þekkingarsamfélag. Langar aðeins að minna mig á hvernig það lítur út að þá birtist það vinstra megin í notendaflipanum sem 360 gráðu matstæki. Og þið munið hvernig það lítur út að þá er þetta þannig að þú tekur sjálfsmat og sér hvernig þú ert að meta þig, sér þína blindu bletti og hvernig aðrir sjá þig. Og ferlið er mjög einfalt að leið og búið er að opna á þetta eða hvetja ykkar starfsmenn til að taka 360 gráðu matið, að þá óskaðu eftir endurgjöf frá 5 eða fleiri samstarfsaðilum, alltaf yfirmanni, jafningjum og undirmönnum. Þau taka sjálfsmatið og getið síðan skoða niðurstöðurnar úr 360 gráðu matinu og sett sér síðan markmið í kringum það. Og hérna er ég með dæmi frá notanda sem hefur þá fengið þessa heildarskýrslu sem birtist á 10 dögum eftir að búið er að virkja matið með öllum helstu málaflokkunum, einkunnum eftir færniþáttum, hæstu skor og lægstu skor og blindiblettir, alþjóðlegur samanburður og Johari-tafla persónueinkenni. Við erum alltaf með innbytt í þetta uppgjör eða þetta 360 gráðu mat, smá sjálfsýni, bara hvernig manni líður með niðurstöðurnar, hvað þú vilt forgangsraða, hver verður stærsti ávinningurinn af því að bæta ykkur að leita og hæfileika. En mikilvægast af öllu þessi sundurliðuðu færniskor, þar sem hver og einn sér fyrir hvern þátt, hvert skor viðkomandi bæði eigin mati og mati allar annarra. Og þið sjáum litlu stjörnuna að hérna sjáum við líka hvernig þetta var metið í áhugasviðsgreininginu sem þáttur sem var talið mikilvægur. En það sem að hver og einn getur gert þegar að lesa í gegnum þessa kafla er einfaldlega að skrá sig í vinnustofur eða örnámskeið í kringum hvern færniþátt. Bara einfaldlega með því að ýta á plúsin, sér líka svarið við spurningum umsagnaraðila, opnusvörin og getur alltaf skráð sig í efni eftir því hvar og hver einn sendur. Til dæmis var þetta breytingastjórnun að þá er búið að skrá, þá geta hann skráð sig með því að ýta plúsin í snjallnarskeið breytingastjórnun, til dæmis að leiða sjálfa sig gegnum breytingar og þá er þetta sent út vikulega í nokkrar vikur til þess að hjálpa viðkomandi með þetta. En það sem þið gerið, ef þið viljið úthluta þessu 360 gráðu mati og segja að ákveðið svið, allur vinnustaðurinn, ákveðilega stjórnendum taki matið, að þá einfaldlega er ég komið í admin hlutan af ykkar stjórnborði og er hér undir safni og ef ég skrolla aðeins niður þá sé ég það er að sjálfsögðu áfangarnir okkur á námskeiðin, en ég sé líka greiningatækin okkar. Þannig þá ýtið einfaldlega á úthluta og getið þá valið bæði hvaða hóp eða hvaða passi eða hvaða einstaklingur og ætla ég að horfa á bara ákveðið teymi af stjórnendum sem ég var búin að skilgreina fyrirfram í undir nemendur og það er annað myndband sem hvernig gerir það. Og er ég búin að velja þá hópinn og þá get ég valið viðfangsefnið og annaðhvort get ég valið það viðfangsefnið út frá okkar vinnustofum og mjög algengt að nota til dæmis traust eða margfaldara eða 7 venjur eða hvað sem eða eftir færni sem búið að úthluta eftir þessum vinnustofum. En almennt myndum við ráðleggja ykkur að nota bara almennt mat, að þá erum við með alla þessar stóru færniþætti sem að Lómingar og SHL og öll þessi stóru félög og World Economic Forum mæla með. Því síðan stillið upphafsdag og til dæmis velji bara 29. október og þið getur ákveða líka að meta stöðuna fyrir og eftir námskeiðið. Þið getur sleppt í að vera með greininguna eftir námskeiðið, en ef þið veljið að hafa greiningu eftir námskeið þá getur þið líka valið þá hæfni eða færniþætti sem að verið að einblína á og svo einfaldlega staðfestið og úthlutið þessari greiningu. Og þá fá þátttakendur sendan e-mail og getið þið séð hvernig þið getið valið endurgjöfina, þannig ekki það sem ég ætlaði að gera, en hvernig þeir fá sendan post með efninu
og svo birtist líka þetta verkefni sem myndataka 360 gráðu mati hérna undir verkefnalistanum. Það er ágætt að vita líka að það eru nokkur myndbönd sem fara út þegar, ekki myndbönd fyrir ekki þeim póstar, og ef þið farið bara einfaldlega inn á sendeskið okkar þá sjáið þið hérna undir Administrator Help allt sem snýr að 360 gráðu matinu og meðal annars hvaða póstar fara út. Það er áminningar til 3 daga og 6 daga og þið getið séð hérna alls kyns algengar spurningar og stuðning við það hvernig þið getið úthlutað 360 gráðu matinu og nánari leiðbeiningar allt sem snýr að úrvinnslu og hvaðan þetta kemur. Þannig að 360 gráðar frábær upphafsstaður á vettvangi vaxtar að fá svipmynd af því hvar ég stend í dag að mínu mati og mati annarra og hvernig ég get þá kortlagt eigin vegferð næstu mánuði og ár með öflugu námsefni sem sést niður að mínum þörfum. Gangi ykkur vel.